Já, það mátti alveg klappa fyrir þessum fallega básunuleik frá honum Rolf, vini okkar. Og nú kórinn okkar að koma sér fyrir, en þetta svolítið sérstakar aðstæður hérna í kirkjunni í kvöld. Við fengum að vita það á föstudaginn að það mætti ekki vera nema 50 viðstaddir. Þá var búið að senda inn auglýsingar í Moggann og annað. En á heimasíðunni sögðu við samt að það yrði engin messa í kvöld. En við vissum að einhverju myndi nú samt koma, þannig að við ætluðum ekki að reka ykkur í burtu. En það þið sem eru hér í kvöld, gott að sjá ykkur og gott að vera með ykkur. En ekki síst ykkur sem að fylgist með í beinni útsendingu og svona verðum við að hafa þetta allavega næstu 3 sunnudaga. Og sunnudagaskólan getum við ekki haft, þannig alltaf það vel sóttur hérna í Lindakirkju. Það langt yfir 50 sem koma þangað. En messurnar við minnum á streymið en bjóðum ykkur samt velkomin sem komið líka. Við skulum hefja þessa stund formlega á því að signa okkur og segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og í kvöld þá munum við svona aðeins sameina 2 daga sem tilheyra kirkjuárinu. Annars vegar allra heilaramessu, þar sem við minnumst þeirra sem að voru okkur heilög og höfðu trúarleg og sterk áhrif í líf okkar, en eru farin til Guðs. Og svo líka kristniboðsdagurinn í dag og við komum aðeins til með að tala líka kristniboðið og kristniboðssambandið og gott starf sem unnið á vegum þess. En við skulum hefja stundina á því að fara saman með bæn. Guð, við þökkum þér fyrir að við fáum að koma saman í þínu húsi. Þakka þér fyrir kirkjuna þína, þakka þér fyrir að við máum koma og nærast með því að syngja saman þig og þann styrk sem þú gefur og að við fáum að koma saman til þess að uppbyggjast í þínu orði og samfélagi það. Blessaðu þessa stund sem framundan í Jesú nafni. Amen. Herra, til þín
Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. þá les ég
ritningalestur úr bók Jesaja. Sjá, Guð hjálp mín. Ég öruggur og óttast ekki. Því að Drottinn vörn mín og lofsöngur. Hann kom mér til hjálpar. Þér munu með fögnuði vatni ausa úr lindum hjálpræðisins. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Þá bið ég ykkur sem er auðvelt með að rísa úr sætum við heyrum heilagt Guðspjall sem skrifa stendur í Matteusar Guðspjalli. Þetta eru loka orð Guðspjallsins og oft kölluð kristniboðsskipunin. En lærisveinarnir 11
fóru til Galílu, til fjallsins sem Jesú hafði stefnt þeim til. Þar sáu þeir hann og veittu honum lotningu, en sumir voru í vafa. Og Jesús kom til þeirra, talaði við þá og sagði: Allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður og Sonar og heilags anda, og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Og þá skulum við lofsið þér Kristur, og þá skulum við játa okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Feng ég bros frá þér ef við hittumst á himnum? Tækir þú eftir mér ef við hittumst á himnum? Ég sé það nú að bara þú gast opnað mig. Ég elskaði þig og geri ennþá. Myndir þú leiða mig ef við hittumst á himnum? Mætt ég kyssa þig ef við hittumst á himnum? Mig dreymir þig þétt upp við mig, hvert kvöld ég græt og hugann læt til þín reika. Tárin streyma en sárin gróa seint. Ég sé þig ekki sem sorgin ég get leynt, get leynt.
til þín reika. Hvert kvöld ég græt og hugan læt til þín reika. Takk Diljá fyrir þennan fallega söng við lag Eric Clapton, en hann samti þetta lag þegar hann missti son sinn í erfiðu slysi. Og þetta var nú svona nokkuð bein þýðing af þessum fallega texta. Og við ákváðum við Óskar að spila þetta í kvöld af því við ætluðum aðeins að muna eftir allra heilaramessunni sem var síðustu helgi. Þá gömul og góð kirkjuleg hefð að kveikja á kerti og að kveikja á kerti í minningu einhvers sem var okkur ljós í lífinu. En það eitt af því sem að Jesús hvetur okkur og Biblían til að vera ljós og vera ljósberar. Og á altarinu í öllum kirkjum alltaf 2 kerti, annað til að minna okkur á það sem Guð sagði: ég ljós heimsins. Hver sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkrinu, heldur hafa ljós lífsins. Það orð Krists og hitt kertið síðan fyrir mennina, þar sem sagt að góðverk ykkar lýsi meðal mannanna. Við erum kölluð til að vera ljósberar hér í heiminum. Og á allra heilaramessunni þá erum við sérstaklega hvött til þess að láta hugan aðeins reika og velta því fyrir okkur: hver voru okkur heilug? Hver eru það sem eru farin, sem eiga sérstakann stað í hjart okkar af því að þau voru ljósberar? Þau gengu á Guðs vegum og reyndust okkur mikilvægar fyrirmyndir, reyndust okkur huggun og uppörfun. Og stundum þetta líka fólk sem reyndist okkur mjög erfitt á sama tíma. Vegna þess að öll erum við breisk og ekki gerum við allt rétt, en Guð notar breiska menn. Hann notar mig og þig sem gerum líka mistök, en náum oft líka að láta hið góða skína áfram. Og það svo hollt fyrir mann að hugsa: hver það sem hefur reynst mér Kristur í lífinu? Hver það sem hefur reynst mér guðlegur á einhvern hátt? Af því að hann eða hún kom og var okkur eitthvað sem skipti máli. Og það snýst þetta en við lifum líka í samfélagi þar sem að, eins og var verið að syngja áðan grátinn og að leyfa sér ekki alltaf að gráta. Það skipti máli nefnilega að leyfa sér það. Og í samfélaginu þá erum við hins vegar alltaf að mæta þessum hindrunum að við eigum bara kannski frekar að bíta á jaxlinn. Eldri kynslóðir voru eiginlega bara aldar upp við það. Þú breytir engu með því að tala þetta. Hættu að tala þetta, hann eða hún lifnar ekki við, sko. En við vitum það núna að við eigum akkurat að tala þetta. Og við prestarnir sem að vinnum mikið með fólk í sorg, við erum enn að sjá þetta. Þótt að sé skára með hverju kynslóðinni, þá maður ofta að setjast niður með ungu fólki og segja: veistu, þú mátt bara alveg gráta. Það sorglegt að hafa mist. Og það bara ein leið í heiminum til þess að sleppa við alla sorg. Maður getur það ef maður elskar aldrei neitt. Þá þarf maður heldur ekki syrgja neitt. En að því að við elskum, þá þurfum við líka að syrgja. Og það gott að kveikja. Ég hvet þig sem að fylgjast með í streyminu til að núna eða á eftir að finna kerti og hugsa til einhver sem að farinn og hvílir nú í faðmi Guðs og kveikja á kerti og sækja í alla góðu minningarnar og hugsa líka: hvernig get ég síðan verið öðrum svipu blessun og ég var svo heppinn að njóta? Hvar get ég kveikt ljós? Hvar get ég verið ljósberi?
Og svo það hinn dagurinn sem við ætlum líka aðeins að minnast í kvöld, það kristniboðið, af því að það að þakka fyrir öll þau sem á undan hafa gengið, allt frá Maríu og postulunum, og þeim sem fyrst gengu með hinnar góðu fréttir Krist og Guð og mættu oft erfiðri og mikilli andspyrnu, til þeirra sem fóru bara með bænirnar með ykkur þegar þið voru lítil, eða hringja í ykkur þegar ykkur líður illa og kveikja ljós. Að það þau sem bera áfram, eins og Jesús segir, farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið þér. Og það ekki bara eitthvað eitt eða tvennt, það allt sem Kristur stóð fyrir, var og Og Íslendingar eru með samtök sem eru kallað Kristniboðssambandið, sem hafa starfað núna í marga áratugi, og það sannarlega góð uppskera. Þau hafa mest verið að vinna í Eþíópíu og Kenía, en líka í fleiri löndum, Kína, Japan, en í Afríku, sem sagt Kenía og Eþíópíu hafa hins vegar verið með sinn fókus. Og mér fannst svo gaman, og það að vera 10 ár síðan ég heyrði það fyrst, að þá var ávöxturinn orðinn þannig að það eru fleiri sunnudagaskólar í söfnum sem Íslendingar stóðu fyrir að stofna í Kenía og Afríku heldur en eru á Íslandi. Það að segja, bara af völdum íslenska kristniboða sem voru ekki mörg, þá hefur ávöxturinn orðinn þannig að það eru fleiri litlar kirkjur víða, og þarna sjáum við hvað best hvernig boðskapurinn gjörbreytir lífi fólks. Af því að ég veit það að í til dæmis Eþíópíu, þar sem kristniboðarnir fóru inn í svona afskekktar byggðir, þá var sterk andahyggjutrú, og til dæmis voru börn, ef að þau fæddust ekki með tennurnar í réttum gómi, að þá yfirleitt það ekki neðri gómurinn sem maður byrjar að fá tennurnar í. Efri? Neðri, já, ég voru að hugsa hvernig þetta var barninu mínu. En stundum gerast þið efri, og þá á þessum svæðum þá litur á það hvílir bölvunni við barninu, og þeir báru það út og leyfðu því ekki að lifa. En eftir að kristniboðarnir komu, þá hafa þeir lært hinn kristnu gildi að hvert og eitt líf mikilvægt og skiptir máli, og þetta svona eitt dæmi marga ávexti. En svo hafa þeir líka bara verið með skólahald, þeir hafa verið með sjúkragæslu ætlaði að segja, og læknisaðstoð, og gjörbylt lífi þeirra sem að hafa verið svo heppin að njóta starf kristniboðan okkar í Eþíópíu og Kenía, og við skulum biðja fyrir því starfi, og ég hvet ykkur líka til að gerast áskrifundur, þegar maður getur farið inn á sik.is og fengið kristniboðsfréttir sendar, og svo dreifum við alltaf almanökum hér í lok árs með fréttum frá kristniboðinu. Það mikilvægt og gott starf. En að lokum í þessari hugleiðingu þá langar mig að lesa eitt ljóð sem minnir okkur líka á að við megum gráta. Þetta eftir Sigurbjörn Þorkilsson og það heitir einfaldlega Tár. Það svo þungt að missa. Tilveran skekin á yfirþyrmandi hátt, ángistinn fyllir hugan, örvæntingin og umkomuleysið algjört. Tómarúmið hellist yfir, tilgangsleysið virðist blasa við. Það svo sárt að sakna, en það gott að gráta. Tárin eru dýrmætar daggir, perlur úr lind minningana, minninga sem tjá kærleika og ást, væntum þykju og þakklæti fyrir liðna tíma. Minninga sem þú einn átt og enginn getur afmáð eða tekið frá þér. Tárin mýkja og tárin styrkja, í þeim speglast fegurð minningana. Gráttu, því að sælir eru sorgbytnir, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru þeir sem eiga von á Kristi hjarta, því að þeir munu lífið erfa. Þá ætlum við að heyra fallegt lag, Umvafin englum.
Hvað má svo sem vera að vonin ein hálfveik burða sókn í dag finnst vera eitthvað sem íþyngir mér en svo erfitt í fjarlægð að sjá það gilda hvort ég áleiðis fer eða staldra hér ögn við og býr þó tómið og tregi mig teim út á veginn ég veit ég hef alla tíð verið sem að vaka hjá meðan manns hjörtum hrærast þá huggun þar að fá þó að vitskert sé veröld þá staðar óvin að sjá veðrin svo válynd og víðáttan grimm ég vil fría mig skelfingu frá í tíma og rúmi töfra ljóðin mín og tilbrigðin hljóma svo blíð líst ekki að ljúga mig langar að trúa að ég hafi alla tíð verið umvafin englum sem að vaka hjá meðan manns hjörtum hrærast þá huggun þar að fá þó að vitskert sé veröld þá veginn geng ég bein því ég umvafin englum aldrei aldrei því ég umvafin englum aldrei Og þá er komið að bænastundinni. Hér í Lindakirkju höfum við þann háttinn á að það er hægt að skrifa niður bænarefni ef það er eitthvað sem liggur manni á hjarta og setja hér í bænagörfu og þeir sem fylgist með í streymi það má bara senda á lindakirkja@lindakirkja og það er beðið fyrir því
samviskusamlega hér á 50. morgnum af trúföstum bænahópi. En það má líka nota tækifæri núna og sameina þetta við allra heilaramessuna og kveikja á kerti. Ef það einhver sem að bæði bænarefni eða einhver sem þið viljið þakka fyrir, hann reyndist ykkur heilagur í lífinu eða heilög. Og meðan á þessu stendur þá syngur kórinn fyrir okkur fallegt lag, Hljóður. Guð, við þökkum þér fyrir að við fáum að koma hér saman og lyfta þeim bænaröfnum sem á okkur hvíla upp til þín. Við biðjum að blessa öll þau bænaröfni sem að skrifuð voru niður eða sögð í huganum. Þú þekkir þau öll. Jesús, við leggjum líka í þínar hendur þær manneskjur sem að við viljum sérstaklega minnast, sem við vitum að líður illa, hafa áhyggjur eða lifa í angist. Leyfum að finna að það er ljós, það er von og leyfum að finna réttu leiðina. Svo segjum við saman bænina sem að Jesús kendi: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni.
Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunaut. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá vil ég bara að lokum þakka Rolf fyrir að spila með okkur og Palla og Bassan og Óskari og svo auðvitað kórnum. En ég eiginlega þakklátast samt fyrir ykkur sem mættu í kvöld, því að við heldum kannski er þið engin og það ekkert leiðilegur en að tala einn í einhverja myndavél með fólki fyrir aftan sig, þannig að takk fyrir að koma í kvöld og hafa smá svefnu fyrir framan mig. En við skulum rísa úr sætum og meðtaka hérna drottinlegu blessun sem við erum send með út í vikuna. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen.